Já, velkomin að Rauða borðinu í eftirmyndaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Við förum við fréttir vikunnar og fáum til þess góðan hópa fólki. Hérna kominn Steinar Harðarson, sem gjaldkeri VG. Rétt. Við verið digrum sjóðum, býst við. Já. Já, þú líka aðalnastjóri hjá Siðmennt. Já, það rétt. Já, gamall barðut í öxl. Já, sannarlega. Ég búinn að hafa áhuga á stjórnmálamáli frá því að ég með mann eftir mér. Já. Helga Arnardóttir hefur líka haft áhuga á stjórnmáli sem mann eftir sér. Hún fjölmiðla og kvikmyndagerðarkona. Er ekki rétt? Þetta ég búinn að hafa áhuga á pólitík? Jú, mikinn. Ég með BA í stjórnmálfræði og fransku. Og Guðmundur Hrafn Arngrímsson, hann formaður Neytendasamtakanna. Og hvað landslagsarkitekt? Já, og hleðslumaður. Hleðslumaður, strandamaður. Já. Úr Torf og Grjóti á sumrin. Já, og mikinn áhuga á pólitík frá... Já, mjög mikinn. Mikið talað pólitík á æskuheimilinu. Já. Og hérna var að renna í Höfn Margrét Helga Ellingsdóttir, fréttakona. Hæ, allir frá Álftanes. Ég þá að læra á vegalengdunum. Vegalengdunar? Já. Það metrakerfið. Já, mér finnst alltaf vera því nýflutt, sko. Þannig ég alltaf eitthvað svona, nei, þetta enga stund. Þetta eitthvað beinn og breiðu vegur. Það vist eftir umferðinni. Já, það tekur all lengri tíma maður heldur. Herðu haft áhuga á pólitík frá blötu barnsminni? Já. Nei, já. Jú. Það var alltaf einhvern veginn. Ég talaði pólitík við pappa henn. Já. Hann hefur áhuga á pólitík. Það kannski lykillinn í þessu. Það var alltaf bara verið að tala pólitík við, eldhúsborðið og ég, þú veist, var svona, ég veit ekki, nokkur svona dæmi þetta þar sem að krakkarnir fá að vera með og það var svona einhvern veginn, kannski voru það mistök en svona tekið, sko, það var svona tekið gilt það sem ég sagði, sko. Mistök, þú gerir þetta ekki við þín börn. Nei, maður endur tegur það ekki. Verða óþolandi. Við kallum þetta heim að börnin séu alveg upp í að verða ybbikókar. Já, vitu nú við. Það sem sagt svona, dóttir mín hefur það frá föður sínum að vera ybbikókur. Já. Nei, en það alveg beautiful og sama þó að sko kæmu gestir, þú veist, það var alltaf bara allir að spjalla og það var svona, og það var svolítið svona kvapp, þú veist, það var engin svona, nú ætlum ég að segja ykkur sögu og þannig var það nú, þú veist, það var ekki þannig, það voru allir að setja eitthvað input, sko. Samkjafta. Já, samkjafta. Tala ofan í og innan við og neðanmálsgreinar og þriðja neðanmálsgrein, mörg samtöl í gangi. Já, mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. Gæti verið eitthvað svona smá tauga hinsegin í gangi í fjölskyldunum, ég veit það ekki. Ég sumið þolið ekki. Nei, en mjög gott. Þetta kennir börnum að hugsa gagnrýnið. Að leyfa þeim að taka þátt í samtölu. Ég held það. Það mjög mikilvægt. En þetta með að vera svona, geta verið með mörg samtöl í gangi, svona neðanmálsgreinar, að þú ert að segja ykkur sögu, ég skýt inn ykkur pínlítinn í það. Ég tekið þetta sumum leiðið þetta. Já, einmitt. Sumir vilja bara tala einir. Já, og kannski missa þráðinn þegar þetta í gangi, sko. Ég seti þessi svo ítalsfjölskylda? Ég hef setið svona við borð á veitingastöðum með Katalónum, það sem að, sko, stór borð og það sem voru kannski 15 manns og fólk var í samtölum, sko, þvers og kruss, alveg borðendan á milli og þetta var mjög erfitt að vera í svona einhverju. En hugsun samt, maður að krydda, sko, þú veist, maður að efla, sko, maður að gera hans sögu enn betri, sko. Maður eitthvað svona, og ekki nóg með það að þessi var þarna, þú veist, þetta svona lítil krydd, sko. Ég upplifa þannig. En sumir upplifa þetta sem truflun. Já, ég að tala þegar fólk bara í sín eigin samtölu, sko, þvert á, og eru kannski bara í allt öðrum, tala eitthvað allt annað, sko. Og æbandir svona þess vegna við borðið. Þetta geta spánverðinni haldið utanum, en þetta var erfitt fyrir mig. Má ég segja ykkur eina sögu? Ég var það sem kallast hjálp í Sunnarsalum á Hótel Sögu. Það var Norðurlandaráðsþing. Þetta var þegar Anker Jörgensen var forsætisráðherra Danmerkur. Hann satt svona flötu beinum og var að tala við ykkur svona hippalega þingmenn líklega frá Danmörku. Mikið vín og það svona þegar er ókipis vín að það var að stundu þannig að fólk fylgist með þegar er að vera að bæta við víni þannig klára glasið áður að kemur. Margir orðnir bara mjög fullir tími lakkrísbindana ég maður það. Menn að vafra svona kallar kannski komnir svo langt frá heiman frá fjölskyldunni vafra og þetta gott að kannski vera eitthvað ævintýri á mér. Eitt svíi svo drukkin hann pissaði utan í eina súluna sem var á stillingu mér voru grænlendingar. Þeir fengu bara vodka á borðið og drukku og meðan aðrir voru alltaf að vafra hvað var að fara í gang, þá sátu þau bara og ég tók eftir því að þau voru að tala eins og þú varst að tala að maður gerir ekki
Það bara eitt sagði sögu sem var kannski 25 mínútur og hinn bara hlustu. Svo kom næsti og sagði sögur 25 mínútur. Þeir nefndi ekkert að fylgjast með þessum vafrandi fólki þarna inn, keyptu sko 3 vodka með sér upp á herbergi og held áfram að segja sögur. Ég veit það. Og þá líka svo mikil hætta á sko eitt svona einnogi bara. Þetta bara svona, 25 mínútur sögur. Já, nú komið að þenn kafla sem þú hlustar og maður þarf úthald í það. Ef maður alveg nepp eins og þú að mega skjótin allstaðar, þurfa þá smá. Þurfa því í 25 mínútur. Þetta er náttúrulega bara mjög góð æfing í að hlusta í mitt. Þegar að geta hlustað í samfleitt kannski 10-15 mínútur, þetta er bara erfitt fyrir suma, sko. Og svo finnst mér bara ungmenni ofta ekki geta tekið fullan þátt í samræðum í dag. Þau bara setja, við þjálfum þetta ekki upp í þeim lengur. Að leyfa þeim að, pizza inn svona. Og koma með athugasemdir og bara mikið. Það nú líka því að við erum svolítið mikið í eigin heim. Já, ég veit það. Við komum með svo mikið farangur með okkur einhvern. Og þú veist, úr hvaða heimi við erum að koma, sko. Við erum að vera að skoða kannski eitthvað allt annað en þið. Það er að koma í ljós, sko, við lifum í sama heimi. Við langar að byrja á einu sem er kannski langsótt. Ég var svona eitthvað bara með fréttina svona í gangi, eins og maður stundum með. Og mér fannst svona, það eru menn lausi sem grunaðir hópnauðgun. Það var leigubílstjóri og vinur hans dæmdur fyrir hópnauðgun. Það er mikið af vasaþjóðum í Reykjavík, rosalega deila milli leigubílstjóra fyrir utan Keflavík og líka niður á Ingólfstorgi. Menn byrjað að merkja bílana sína með íslenska fánanum. Og ég sagði, hvað? Er þetta sama sagan sem að segja mér? Er þetta einhvern veginn? Já, gæti verið einhver stofn þarna, sko. Gæti verið einhver stofn þarna. Ertu þá að vísa í sko þessi kynferðisafbrotamál og þessi menning sem er búin að vera núna innan leigubílasamfélagsins? Það snýst svolítið innflytjendur og ekki innflytjendur. Þeir merkja sem íslenska fánanum og Ég hef fylgst með þessu alveg svona síðasta 1,5 árið, sko. Ég átti leiði einhvern veginn upp á Keflavíkurflugvöll og hitti þá þennan fræga taxihunter sem kom málu við mig og bara sagði farið sína sko alls ekki sléttar og vildi segja mér allt upp á hann og þess vegna hef ég svona verið að fylgjast með þessu og það er greinilega það er náttúrulega ákveðin svona stjórnleysi þarna. Sko, ég held að það leynir sér ekkert og virðist eins og Ísæfi hafi bara alls ekkert viljað taka á þessu og leyft þessu einhvern veginn að þróast í svona átök og þeir segja þetta náttúrulega að ástandið þarna sé bara beina afleiðing af þessum breyttu lögum sem að fóru í gegn þetta fyrir 2 árum síðan. Það var búið að vara við þessu og þetta snýst ekki held ég útlendinga heldur líka bara þessi nýju fyrirtæki sem að virðist ekki eru stundum með ómerkta bíla, fólk getur ekki rakið með hvernig það keyrði og þeir neita túrum og svona. Það er svona ákveðið svona prótokól sem að leigubílstjórar hafa viðhaft í áratugi sem að þeir virðist ekki, þessi nýju bílstjórar, hvort sem íslenski eða erlendir sem eru að keyra fyrir þessi nýju fyrirtæki, virðist ekki virða í sama mæli. Og þetta bara þetta með að taka styrtir túra þó að sér búin að bíða í 2 tíma í röðinni, bara kemur að þér, ég ætla bara að fara niður í Keflavík og þá, minnstakosti það sem ég hef verið að sjá á netinu, þá virðist það vera bara í lagi að neita því og íslenski leigubílstjórar hafa verið að kvarta yfir þessu að þeir séu ekki að virða þessi svona óskrifu reglu sem að hafa verið við lýði í samfélaginu mörg ár. Þetta er kannski líka og tengingin inn í fólk sem er af erlendu bergi, þú veist, að því einhvern veginn það virðist vera sem svo að löggjöfin er einhvern hátt, hún er götótt, þú veist, það er eitthvað sem vantar þarna upp á einhvern veginn greinilega finnst manni, þú veist, einhvers konar garantí fyrir farþegana, þú veist, einhvers svona hæfni eða hvað sem það er, eða allavega veit ég þá að fara í að laga þetta, að þegar hlutir eru gerðir svona einhvern veginn bara með hangandi hendi, að við sjáum það núna, þú veist, og ég tók til dæmis viðtal við leigubílstjóra sem er held ég upphaflega frá Afganistan fyrir nokkrum mánuðum og það var bara verið að gangi skrokka á honum sko. Af því þegar hlutir eru gerðir svona illa þá verður til einhvers slags stigma og einhvern veginn aðgreining skilurðu, þú veist, í staðin fyrir að fara bara á stað svolítið undirbúin, gera hlutina vel, vera búin að hugsa nokkra leiki fram í tíman, gæti þetta
þú veist, verið einhver skilurðu. Svo eru þessi bílstjórar náttúrulega bara í sinni lífsbaráttu, sko, og þetta er fólk sem að koma og bara þarf einhvern veginn að geta bjarga sér. En svo eru væntanlega einhverjir sem eru hagnast mikið á þessu, sem að stýra þessu. Ég veit ekkert hvort að sé þannig með þessi 2 fyrirtæki, en það getur vel verið að menn séu bara ítt svolítið svona út í þetta villta vestur og þurfa að bjarga sér. En þetta bara, þú veist, við viljum ekki hafa villta vestur. Hafði ekki Lögunum var breytt til þess að kalla þetta verið gott skref í frjálsræði sjálf. Já, en það vantaði ykkur leyfi, þú veist, það var of lítið af leyfum, þú veist, en að fara sér bara, þú veist, fram úr sér, sko, en hafði ekki upplifað það, sko, að fara, þú veist, á eitthvað fluguvöll til einhvers lands, þið tala ekki tungumálið, og þetta einhvern veginn, að fyrsta sem tekur á móti ykkur bara fólk sem ætlar einhvern veginn að hafa ykkur á féþúfu og þetta svona, og það líka pínu svona óþægilegt að vera kona í þessum aðstæðum. Svona, þetta óþægilegt. Við viljum bara taka vel á móti gestunum okkar, hafa þetta... Já, ég hef verið svolítið mikið til Barcelona. Þar virðist vera bara svona eitt fyrirtæki. Það bara, þeir eru allir eins, þeir eru gulir og svartir, bílarnir. Og ég veit ekki hvort sé eitt fyrirtæki, hvort að meira séu með verktaka eða undir, en það bara virðist vera rosalega miðstýrt. Ég var einmitt í Írlandi núna. Ég var á Írlandi núna yfir páskana og þar við pöntum mikið Uber í þeim löndum sem að þeir eru, það í Frakklandi og Berlín og víða í Evrópu og við pöntum Uber á Írlandi og fáum leigubíl, merktan leigubíl. Og ég segi, þú ert merktur leigubíl, vorum við ekki að panta Uber? Og jú, þá búið að sameina Uber og taxa því að þeir vildu ekki hafa þetta í sikkur lagi. Og nú bara sameinað, allir upplýstir Uber, ökumenn, þannig þetta Uber og taxi. Aldrei og þetta var alveg, það var svona öryggi í þessu, sko. Já. Fann maður. Einmitt, það er svona innbyggt inn í Uber-kerfið, þú veist, það þetta feedback sem að, þú veist, ef að þú, ætlar að ofrukka eða þú ætlar að fara auka hring til þess að, fá smá meiri pening eða hvað það nú sem að, menn beita ákveðnum bröðum, þá það bara til sýnis öllum í endurgjöf. Algjörlega. Menn vörðu mjög við þessu þegar lögin voru sett að þegar menn var ekki á stöð og menn vissi ekki hver væri að þjónusta á þig, þá gæti orðið svona ófremdar ástand sem að virðist bara hafa ræst því miður. Og bent líka á það að þetta myndi leiða til þess að þetta er því skítavinna, fyrir skítalögn, með engu öryggi, á meðan að menn gæði út svona lifað einhvers konar sæmilegu, svona rúmlega verkamanna lífi á þessu. En það sko skiljanlegt að fólk sem kemur hingað og að leita sér að vinnu, að það fari í svona þetta svo auðvelt að komast inn í þetta virðist vera núna. Getur unnið fyrir sjálfa þig. Já, getur unnið fyrir sjálfa þig. Þú ert ekki að vinna fyrir sjálfa þig. Þú ert í á okkur bíl frá okkur öðrum. Já, svolítið svona ekki þinn eigin herra. Þú veist, þetta ekki svona meira, þú veist, maður búin að heyra svo svakalega sögur. Hvernig, þú veist, starfsmannalegunum og öllu þessu dótari. Það er skárra að vera leigubílstjóri. Já, maður myndir svona halda, ég hef ekkert fyrir mér í því, en ég svona... Það er alveg mest, þetta þróast út í svona kynþáttafordóma og fordóma gegn öðru fólki og svo framvegis. Það er það vestar í þessu dæmi, finnst mér. Það er það sem ég var að velta fyrir mig með því að spyrja þetta saman, að þegar það eitthvað svona átök í samfélaginu og það vill svo til að það fólk frá með ólíkan uppruna, að þá ástandi mjög eldfimt. Gís upp alveg, fordóma aldan. Það svo misjafnt hvernig menn takast á við svona þegar menningarheimar mætast og bara svona sem dæmi finnst mér alltaf skemmtilegt að draga fram að því ég aðalmannstjóri á Siðmynd. Ég var einu sinni fengið til þess að gefa barni nafn þar sem að móðirinn var íslensk og kristin, faðirinn var múslimi og nálgun þeirra var svo, við bara mætust hjá Siðmynd og verðum með veraldlega nafngjöf. Þá voru menn sem sagt að leysa þetta vandamál bara með því að fara þessa leið og mætast þarna hjá Siðmynd. Menn eru nú ekki alltaf til að mætast á miðri leið, sko. Nei, en þarna mætast tvær... Stálinstinn? Já, kannski ekki stálinstinn, en bara fólk sem að einsetti sér að sko gera ekki vandamál úr þessu atriði í lífi sínu. Þegar ég var ungur maður og tók leigubíl og sagði, heyrðu, afsakið, ég ætla bara að fara mjög stutt, sko, ég ætla bara að fara upp á Baróstíg. Og þá sagði hann, það bestu túrarnir, sko, þá startgjaldið vegur svo þungt. Það náttúrulega annað, þú ert búin að bíða eftir einu fari í 2 tíma á Leifsstöð og fær svo bara rúmt niður í Keflavík. Þá þarf það að fara aftur í 2 tíma og þá dagurinn ónýtur. Þannig að þetta nú eitthvað
kemur svona allar í. En hvaðinn að þessu virtist vera sko til svona taka á þetta og náttúrulega búið að kvarta mikið yfir því hvað stöðvarnar sætu á leifunum og þau gengu í erðir og væri dýr að kaupa sig inn og menn þurfti jafnvel vera búin að vera harka í áratug til þess að komast einhvern veginn inn í þetta. Sem harka er þá að vinna fyrir aðra. Þá að vinna fyrir aðra og menn þurfti að gera þetta lengi til þess að komast með sitt eigi leyfi og það hefur náttúrulega verið hægt að taka á því með allt öðrum hætti heldur en einhvern veginn bara svona að vinda algjörlega ofan af kerfinu. Sem enda með því að eru bara eru raunverulega kannski 1 eða 2 starfsmannalegu fyrirtæki. Það sem allir vinna hjá þeim og allir eru skítalaunum. Og meðan þetta var náttúrulega, þetta voru svona leifisgreifar eiginlega. Þeir voru með leifin og kerðu á daginn og svo letur ykkur að keyra á nóttinni og fengu kött af því. Þannig gastu haft það sæmilegt sem leigubílstjóri. Sem kannski svona. En hitt kerfið það sem bara herra Uber og einhver annar sem á þetta allt saman. Það er ekki gott. Eins og þetta Volt. Já. Er það sjálfstætt eða er það eigingur? Það er eigingur sem er alþjóðlegur fyrirbragð. Og það er einmitt fólk sem bara að koma inn á íslenska vinnumarkað, vinnu þar í einhver harki, er ekki með föst laun, ekki með skítalaunum, engin veikindarétt eða frídaga eða. Já, var ekki dæmi það að þú þarft að vera skráður hérna inn og með einhvers konar leyfi eða einhvers konar fyrirkomulag og svo varst að láta aðra að framkvæmda fyrir þig. Þess að þú tókst þér Volt leyfið og varst með þessi réttindi sem þurfti til. En svo lestu bara einhverja allt aðra einstaklinga sjá að hjóla og skuttlast. En þú varst bara með leyfi og svo varst bara með undir einhverja sem voru hvergi að skrá sko. Sá eina svona frábæra franska mynd þar sem aðalpersón var einmitt í þessari stöðu var á leyfi svona meints frænda síns og mátti aldrei finnast eða sjást. Þannig að það er svo veik staða, þú ert ekki einu sinni á kennitölunni þinni sko, af því að þú mátt ekki vinna eftir ég kom með. Herðu, það hefur verið í fréttum að menn grunar hópnauðgun gangi lausir. Jesús minn. Já, mér finnst þetta bara Það er í straff í okkur veitingastað. Já, þetta er bara óafsakanlegt og mér finnst bara, af hverju er okkur ekki gefnar skýringar á því? Þú veist að það var farið til lögreglunar og spurt af hverju var ekki krafist gæsluvarðhalds yfir þeim. Og þeir gefa engar skýringar. Nei, gefa ekki skýringar. Mér finnst þetta vera að færast í aukana, lögreglan svar ekki. Og þetta eru fréttamenn sem eru að segja við mig, þeir eru stundum með fyrstu handar fréttir, fyrstu handar heimildir og þeir fá það ekki staðfest niður á lögreglustöðinu. Þeir bara svar ekki. Og þú veist, þetta er bara dagbók lögreglunar. Já, þetta er bara upplýsingaóreiða. Býður bara upp á upplýsingaóreiðu og ekkert annað. Já, getgátur og slúður og fordómi sem er að brjótast út núna. Við sjáum það bara. Þetta er svo skrítið og það áttar sig ekki á því að það er bara miklu verri staða. Þú veist, segja bara það sem liggur fyrir, þú veist, hver er fjöldi þeirra sem sætir gæsluvarðhaldi. Þú veist, ég hef lent í því að ég eitthvað svona, en maður spyrjast, af hverju viltu ekki segja mér þetta? Þú veist, já, því að ég er bara forvitin, hvað mögulega gæti? Þetta er einhver ný stefna, finnst mér. Ég er búin að vera í lögreglufréttum frá því ég byrjaði í fréttamennsku í 20 ár, og fyrir 20 árum, og þá menn skýrðu út, maður hafði aðgangað öllum lögreglumönnum, öllum nánast yfirvarðstjórum öllum, en það er eins og það sé bara algjört sjöttan. Þetta er ástæðan fyrir þessari, en það vissulega mátt alveg taka á þeim þætti, en að veita ekki upplýsingar er ekki jákvætt. Það er bara, þá kemur einmitt nákvæmlega það sem er komið með þetta hópnauðgunarmál. Og af hverju svara er ekki bara eins og er? Málið er að ég var að tala við saksóknara rétti þessu að ég er að vinna öðru verkefni sem er tengt nauðgunarmálum og svona tilefni var mjög sláandi grein sem var á Vísi, viðtal við Katrín Gunnarsson, breska konu sem var nauðgað hér á landi og var að bera saman svona réttarstöðu sína sem þolanda í því nauðgunarmáli og svona í samanburði við Bretland. Og þetta er fyrir 2022 og hún var vitni í eigin sakamáli, hún fékk engar upplýsingar, það tók ár ef ekki 2 eða 3 að koma nú
í fangelsi og þegar hann var dæmdur í fangelsi þá tók það nokkra mánuði að fá fullnustu til að fara í fangelsi og hún var gjörsamlega slegin yfir því hvað þetta tók langan tíma og ég er að skoða mál svolítið tengt þessu í svona dramatískum tilgangi. Já. Og og þar segir mér saksóknari bara og ég spyr af hverju var hann ekki menn eru handteknir eftir nauðgun en þeir get ekki haldið þeim í gæsluvarðhaldi. Það eru tekin sýni, það eru teknar myndir, það eru tekin, það er gert allt sem að hægt er að gera. Þeir eru yfirheyrðir, skýrslutaka og allt en þeim er ekki haldið í gæsluvarðhaldi nema þessi ríkir almannahagsmunir að baki. Og hægt að brjótið aftur af sér. Já. Spillir rannsóknargögnum. Einmitt. Og svo ertu í gæsluvarðhaldi lengur eða líkur til þess að dómur verði held ég meir en 2 ár. Já, sem að því miður er líklega ekki núna. Akkurat. Þannig er þetta engin dómur. Það er málið. En það sem er svo ótrúlegt og það er einhvern veginn, þú veist, það er bara, við erum búin að vera núna síðustu ár mikið að tala um bara einhvern veginn nauðgun, hópnauðgun, eitthvað svona, við erum mikið búin að opna umræðuna. En þú veist, þegar sko, það sem er undir í þessu máli, það eru fleiri en einn sem að frelsissviptir einstakling og brýtur sér leið inn í hana. Einstaklinga. Já, skiljiði, þetta er það sem er undir í þessu máli. Það er samsæri þarna líka, það er margir komað sér saman Já, og virðist vera með við, sko allavega fréttir, þú veist, eitthvað svona þaulskipulagt, það er þessi staður, það er byrla eitthvað svona, allavega það sem kemur fram í fréttum að þú veist, alvarleiki málsins fyrir þessa brotaþola er slíkur að maður bara sundlar. Já, ég tek undir með Helgu sko, þessi réttarstaða brotaþola í kynferðisafbrotamálum á Íslandi er náttúrulega algjörlega ólíðandi. Já, en þessi saksóknari sagði við mig að það væri búin að eiga sér stað gríðarleg breyting í kerfinu frá 22 og það er að segja nú er samkvæmt 39. grein sakamálalaga að mig minnir að þá er brotaþoli ekki aðila sakamáli en svo er undirgrein þar sem að það eru gerðar undantekningar á því að brotaþoli eru auðvitað náttúrulega líka vitni en eigi einhverja aðild að málinu og réttargæslumaður eigi að sjá upplýsingaveitu og vera algjör málsvari brotaþola í réttarhaldinu. Og það er var gerð einhver umtalsverð breyting þar og svo er bara þannig að fangelsi eru full. Það er erfitt að, þau eru það full að það er erfitt að fá dæmt fólk þangað inn. Gæsluvarðhaldin eru auðvitað mjög erfið einmitt út af þessum refsirammanum, 2 ára refsirammanum og það er bara, það eru of fáar hendur og svo ganga gæsluvarðhaldsmálin fyrir, það eru morðmálin, 5 morð í fyrra til dæmis. Þau mál fóru öll í forgang, umfram öll önnur og meðan bara hlaðast kynferðisbrotinu og og hún spurði bara í samtali við mig, af hverju er svona mörg kynferðisbrot á Íslandi? Af hverju er þessi upplýsta þjóð með svona mörg kynferðisbrot? Hvað er að gerast? Það er komið held ég 6 það sem afur á þessu ári sko. Og fyrsta ársfjórðungi. Já, og 7 meðaltali síðustu 5 ári eitthvað svo leis. Já. Það eru auðvitað klárlega fleiri að koma fram með sín mál sem ekki var. Sem eru kærð sko. Já, en þetta er greinlega einhver skrítin kúltúr að núti. Það er eitthvað, já þannig byrti þessi eitraða kallmennska held ég að sko sem er að magnast já, það er ákveðin sálfræði í þessu sem ég þekki ekki en þetta er náttúrulega þetta er eitthvað skrítið vegna hvað er 6 það sem afur á þessu ári og met í fyrra 10 mál held ég þannig að ef að framsferð sem horfi sko þá kannski tvöfaldast málafjöldin á þessu ári og það er greinilega bara eitthvað það er eitthvað það ætti einhverju bjöllum að hringja jú, það ætti að gera það en ef gæsluvarðhald sko forsendan er svo að það sé hætt á að viðkomandi haldi áfram að brjóta af sér það er eina af þeim Svo getur náttúrulega verið að þeir samræmi ekki frambur sem að ég myndi nú halda að vera til staðir í þessu máli. En við erum þarna með 2 atburði og með 2 vikna millibili
er þá ekki hægt að ég mynda sér að það sé hægt að Jú, þið haldið og ég meina einbeittu brotavilja og maður hefði haldið að þarna lægi bara fyrir almannahagsmunir. Já, ég get heldur ekki séð þetta taki svo rosalega. Á þess að þekkja lögin ítalega þá finnst manni þetta allavega ætti að koma sterklega til greina. En aftur er það bara skýringarleysi lögreglunar og svarleysi lögreglunar. Og við erum hér að velta fyrir okkur hvað þetta er. Af hverju segja þér okkur ekki ástæðan? Mér finnst mjög skrítið er hvað þetta tekur langa tíma í meðferðum lögreglu vegna þess að það er yfirleitt atburður sem á kannski ekki neina forsögu eins og í fíkniefnamáli þar sem menn eru að grafa sig í gegnum einhver samskipti fólks langt aftur í tíman og ferðalögur og annað. En sko þarna er atburður sem á sér stað bara mjög tímabundið og oftast svona stundum kannski hluti af einhverju ákveðnu samskiptamunstur á milli þessara einstaklinga eða annað sko en að þetta skuli taka jafnvel sko 2, 3, 4 ár einhvern veginn í meðferðum lögreglu náttúrulega bara alveg stórkostlega undarlegt og náttúrulega skaðar brotaþolan ennþá meira þurfa að sitja og bíða eftir því að það sé verið að fjalla um málið og náttúrulega dregur úr alvarleika þess ef við fáum skilaboð syngt og heilagt um það að lögreglan setur þetta bara einhvern veginn aftast í forgangsröðuna. Vantar ekki bara pening, er ekki verið að spara? Þetta er bara ofáar hendur, sagði saksóknarinn við mig og ég segi, ertu með eitthvað mál sem þú manst eftir sem hefur tekið 2-3 ár og bara sem ég man eftir, farðu bara inn á dómasíðuna og það er bara þuldun upp málin, þetta eru mál sem voru kannski komin inn 21 og það er dómur að falla í 2025. Þetta var bara fyrsta málið sem hún fann. Hugsaðir, sko. Þannig að þetta er brotaþolar sem að sko tristu sér í að fara þessa dómstóla leið og eins og Drífa Snædal sagði í gærkvöldi í fréttum að hún sagði þess samkvæmt þeirra því þau eru alltaf með halda úti bara svona, þú veist, eitthvað svona utanum hald, þú veist, yfir hérna fjölda og hún segir að þetta sé sérst á bilinu 12 til 30 brotaþolar sem koma og nefna þetta sem skýringu af hverju þau eru að reyna að ná sér en hún sagðist ekki merkja aukningu, þú veist, þannig að maður þarf samt alltaf að gera sko greinamun á, þú veist, er þetta raunveruleg aukning eða er það, þú veist, það getur líka verið jákvætt að þeim fjölgi sem að fara fram með kæru. Akkurat, og það hefur klárlega verið þróunin, að fleiri er að koma fram. En það er samt ekki eitthvað sem að, þú veist, auðvitað er umræðan til þess að fólk komi frekar fram og segi frá, en það er ekki eins og að vinnubröðin er ekki til þess. Já, réttakerfið gefið það hvert að kynna að það sé eitthvað þægilegar og betra og auðveldara að kæra. Eflist einu sinni í takt við mannfjölda, sko. Já, og svo erum við líka að tala um, sko, varðandi gæsluvarðhaldin og hvort að það sé almannahagsmunir. Ég var bara að lesa í dag að í Bandaríkjunum er sko talið að sko að hver nauðgari að svona meðaldali hafi framverkað alltaf 14 sinnum. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað svona, það er ákveðið mynstur veistu hvað, hjá hluta af þessum gerendum. Nákvæmlega. Og það getur alltaf verið mikið öðruvísi hérna á Íslandi. Þannig að það bara eitt og sér ætti að réttlæta það að menn séu bara teknur út fyrir svega í eitthvað tíma og í talningum bara og keyra þessi máli gegn. Ég meina þetta getur ekki verið erfitt, þetta liggur yfir allt svo mikið fyrir, sko. Og maður á í raun og veru ekki að vera að segja þetta í réttaríki eins og Íslandi, sko, sem að, ég meina, borgar sig að fara dómstólulega. Hversu miklum tilgangi þjónar það í heildarsamhengi? Að fara í gegnum bara helvíti í 4 ár. Og hann getur birst fyrir utan hjá þér í þessi 4 ár. Og jafnvel eftir hann er búin að fá dóm. Þetta er alveg, þú veist, það þarf að ræða þetta. Þannig var það fyrst þegar konur voru að kæra nauðgun og svona, þá var það kynslóð mæðra þeirra kvenna að þær sögðu við þær sko bara kæra dóttir, ekki kæra þetta. Því að það sem þú færið út úr því er miklu verra, miklu betra fyrir því að reyna bara að finna ykkur aðra leið. Þú veist, þið kannist við það. 1950 sögðu mæður þetta við dætur sínar og 1960 og 70 og þannig er þetta. Og kannski ef þetta er svona þá náttúrulega getur verið að einhver móðir segir að ég minna alltaf að vera í 5 ár. Þetta yfir höfðinu. En eru Spánverjar, þeir eru með öðruvísi, þeir taka öðruvísi á heimilisofbeldismálum, Spánverjar. Var það dómstól? Er sér skipaður dómstól fyrir heimilisofbeldismáli eða eitthvað slíkt? Þekkið það? Þeir eru með zero tolerance á heimilisofbeldi. Eftir uppreist kvenna eiginlega. Já, og ég minna á Spáni sem er svona, þú veist, nema velti fyrir sér sko hvort þessi mál þurfi kannski bara einhvern
eitthvert sértækt úrræði. Að taka á þetta sem sko samfélagslegt mein Já. og þurfi víðtækar aðgerðir, ekki líta á þetta sem einkanlegt mál Nei. einhvers geranda og þólanda. Já. Og áfrýjunarrétturinn sko, ég meina endalus og ef hann fær samþykta áfrýjun gerandinn, ég meina þá horfir fram á 1-2 ári viðbót sko. Já, þetta er bara Þetta ekki er- hægt, það er ekki áfólkleggjandi, sko. Nei. En að því að vera að tala um hann með löggufréttinnar, það hefði breyst og ég var nú aldrei mikið í löggufréttum en ég man eftir mönnum sem voru í löggufréttunum og þau voru með mikið tengsl við varðstjórana og fleira Já. og skiptir máli og það byggðist upp traust þarna og Já, ég held að alveg. sko löggan hefur litið á að fjölmiðlarnir væru vettvangurinn til þess að segja frá glæpum út í almannarýmið. Já. En einhvers staðar bara hvarf þetta. Algjörlega. Núna bara treysti löggan ekki fjölmiðlum. Nei, Já. Er það því að fjölmiðlum er ekki treystandi eða? þetta er einhver stefnubreyting. Þeir halda að þeir geti sér Sem að betri í ég þetta sjálfur átta mig með ekki á. fréttir á Facebook eitthvað. Sko, munið ekki að það var alltaf fjölmiðla svona, það var reynslu mikið fólk í fjölmiðlum í svona talsmanna stöðunum. Ég veit ekki hver staðan er hjá lögreglunni núna en það er eitthvað þekkingarleysi þarna. Því að ef þú gefur ekki út réttar upplýsingar þá bara, og í þessum Upplýsingar komið frá varðstjórunum sem höfðu þetta allt með sér sko. Algjörlega. Ég geti trúið því núna að þú Já. múti lenda í að fæla okkur upplýsingafulltrúi eitthvað staðar sem er bara mjög langt frá. Þú ert alltaf stoppaður, þú ert stoppaður á ritara, þú ert stoppaður, þetta er bara sko nokkur hlið sem þú þarft að komast, svo bara vinnur the jackpot bara þegar þú færð símanúmer hjá yfirvarstur eða aðalvarstur eða hvernig sem það er sko. Þetta er einhver stefnubreyting sem að ég skil ekki og á hvaða grunni hún er byggð, skil ég ekki Þú heldur ert ennþá í bransanum. Er Já. löggan lokuð svona? Já, hún er það, sko. En það er mismunandi eftir embættum. Ég finn alveg svolítið mun á Já. embættum. Einmitt. Og það er eitt mál sérstaklega, málið hennar Sófíu, munið á... Já, Selfossi. Einmitt, Já, ég var Selfossi. svo þakklátt, sko, Þóru í þetta helst. Af því þú veist, þetta var, af því að, hlustuðu á þessu þetta? Þóra Tómasdóttir, já. Svakalega flottir Já. og mér fannst sko af því hún gerði þetta svo vel, þetta er líka svona hún var manneskja, hana Já. langaði til þess að verða fatahönnuður, hún átti sér Einmitt. drauma. Það var Þú alveg veist. stórkurslegt að sjá þetta. En ég hugsaði svona sko, við sjá erum svo miklu aðrar hliðar á ríkari. þessu. En þetta er ekki upplýsingar frá löggunni. Nei, Nei, hún er bara, hún hafði lagt og þetta á sig. gerandinn er látin og Já. málið fallir niður og engra hagsmuna gæta. þú veist. Ég En skuldast inn annars að því að- ellega sko, við hefðum ekki vita neitt um þetta mál. Ég man að Aldrei. við vorum Nei, alltaf að aldrei. pæla í- Og við fengum við aldrei vorum neitt alltaf að að vita um hringja, endurtekið, Já. bara við á ritstjórn, bara af því við vildum fá bara einhverja lúkningu, Já. þú veist, eðlilega. Og bara lögregla verst öllum Grafalvarlegt fregnum. mál. sem Já. dæmi Já. hvað sko heimurinn er lítill. Það var þessi stúlka kærasta yngsta svona míns í nokkur ár Nei, Hvað ertu að segja? æ, og við þekktum hana vel. Já. Indislega stúlka. Og það er ljótt að segja það en ég held við höfum verið fegin þegar við fréttum að sá sem að er sterklega grunnur að hafa sett hana lífi skuli hafa safnast til ferra sinna. Já, Kannski ljótt að segja það en við sem þekktum hana, já, við vorum fegin að heyra það. þetta er ótrúlegasta mál, Já, bara, já. En Þóra gerði þetta virkilega vel. Já, Það sem Þóra gerir, hún talar við fólk sem að þekktu viðkomandi. og það sem hún Og- gerir svo flott, Já. hún teiknar upp mynstur og það er kannski Helga sem kom aftur inn að sem þú tala um þegar Drífa hefur líka nefnt þetta við mig sérstakann dómstól ég hugsaði, vá, þetta er svolítið framandi en svo hugsaði ég líka því þetta sko það eru þarna svona mynstur sem að Já. sko fagfólk, þetta er ekki bara eitthvað, þetta er ekki eins og þú veist, þjófnaður eða þú veist, Nei. þetta er eitthvað svona sérstakt mynstur Já. sem á sér stað og þú veist, kirkingar Já. og hún einmitt dró hvenær- fram upplýsingar sem komu í 5. þættinum hennar minni mig Já, Já. sem að ekki höfðu komið fram áður. já, með fyrfirandi, Já. fyrfirandi, já, Fyrrverandi sem voru algjörlega Já. já. sem að bentu sko eindregið til þess Já. hvað þið gerst. En þú veist eins og heimilisofbeldismál og konur, ég meina fórnarlömb og þólendur í heimilisofbeldi hafa líka talað um það að menn birtast þeim í nálgunarbönnum. Ég meina við vitum bara, það var veluna viðtal núna í fyrra. Í fyrra, já, sem Eva Björk Benediktsdóttir tók. Ég Já. man ekki hvað konan heitir núna en var út á landi og Vopnafjarðar- sambýlismæðurinn hennar næstu því drapana. Nei, Vopnafirði. á Vopnafirði. Já, það var Og svakalegt. það var
dæmalust. Já. Hver úrræðin voru engin. Þar til hann næstum því gekk frá henni. Og auðvitað var einhver brotalöm í rannsókn og meðferð málsins, en þetta kallar örugglega bara á umræðu nýjan dómstól, sértækan dómstól í þessu málum. Það er búin til dómstóla, það er svona búin til fíknefnd dómstól. Já. Já, algjörlega. Nei, ég man ekki eftir það. honum. Þú ætlaði ekki sett á laggirnar svona upp úr 1970? Já, þá er ég bara ekki fædd. Svolítið í mig. Já, ég vissi það ekki. Þá var löggan á vakt yfir að fíkniefnin væru að eyðileggja samfélagið. Já. Ég og vinur mér vorum eins og stoppaður í bankastræti því við vorum kannski bara á hippalegir eða eitthvað. Og spurt, þú veist, hverjum í þetta hjól og svo voru bara teknir og leita á okkur og svo hent út af því að það var ekkert. Það er að tala minnstur. Það var sirk út, sko, hársít og fleira, hvað það er þessi glæpamaður á ferð. Við vitum. Þannig það er ekki svona langt því þetta var. Eitt stærsta glæpamál aldarinnar, já, síðustu. Geirfinnsmáli. Já, en varandi það sem Þóra er að fjalla glæpamál, eins og þetta heita. Og hún talar við alls konar fólk, meðal annars reyndar þá sem hún voru að rannsaka. En þetta er mikið til byggt upp á sko vitnum og eins og kemur fram hér að þá tengjast glæpir bara inn í alls konar. Já, sannarlega. Stundum finnst manni sko eitthvað staðar mistu blaða með það að taka marka á vitnum og voru alltaf að leita svona lögformlegri uppruna heimilda. Og endanum þá var eiginlega bara löggan sem gat sagt allt glæpamál. Og blaðamenn bara hættu að leita sko vitninu sem að sá eitthvað eða nágrununum eða það þótti bara allt í ótilhýðilegt að afla slíkra upplýsingar. Já, ég veit ekki hvað gerðist Nei, þetta er svo góð punktur. Því að ég man bara í minni fréttamennsku þegar kom upp morð eitthvað og ég meina ég hætti 2018 í fréttamennsku. Sko, þá bara bankaði maður upp á, maður hringdi í nágranna. Maður lét sér bara hafa það að hendast með hljóðnema og bara sást eitthvað. Hvernig var aðkoman? Hvernig var og ég man sem líka skrásetning á því að glæpir eiga sér stað í samfélaginu. Akkurat. Viðbrögð nágrannanna er skrásetning á sko, þú veist, það er ekki glæpin í samfélaginu sér, en það er hvernig glæpir birtist okkur. Og það er skynjun og andrúmsloft. Þannig að þetta hefur einhvern veginn, það eru bara fáir fréttamenn, það eru fáir hendur og mikill hraði og mikill framleiðsla. Og ég meina það er búið að naga af fjölmiðlum endalaust frá hruni. Endalaust, sko. En sko þetta er bara svo, bara svo aðeins bakki upp mitt fólk Nei, því þetta er, sko, ég er alveg sammála. Auðvitað fær maður miklu, þú veist, bara eins og þetta, bara eins og þessi þættir. Ég hugsaði eitthvað, já, svona getur þetta verið. Og þetta var svo ofbáðslega, þú veist, þetta var bara svo, já, og þetta allt saman birtist manni svo ljósljóðandi. Og allt inn fannst manni maður bara þekkja. Og þá líka fókusin á fórnarlambið, sko. Sögu fórnarlambið, ekki gerandans. Bara kona af hólf og þetta er líka það sem er oft svona meinið í okkar samtíma, sko, að vera alltaf einhvern veginn að gera hálfgerða minnisverða oft gerandan. Hann er settur í fókus og hver hann er og þess að stæðin fyrir að fjalla fórnarlömpin og hvað áhrif þetta hefur á þau. Og þau eru svo miklu stærri heldur en það sem þau lentu í, þú veist, og það líka, sko, vantar oft einmitt þetta bara, þú veist, það er það sem að, og auðvitað, það er bara margborgar sig auðvitað að vinna þessa vinnu, sko, en þetta er bara því að við erum alltaf einhvern veginn færri og færri, sko, og getur rétt ímyndað ykkur, sko, þegar Heimi Már og Stína hverfa á braut, þú veist, sko, það fer mig, sko, því ég veit bara, jæja, það þarf ég bara að hlaupa enn ræð. Ég veit allt Mér fekk bara, það bara var alveg svona og bara fyrir utan það að maður saknaði þeirra, sko. Ég var á Stöð 2 til 2014, ég man að við vorum það var einn vaktstjóri og 2 fréttamenn á vaktinni. Að fylla í kvöldfréttatíman. Já, þetta er eins og helgar, þá er 1 vaktstjóri og 1 fréttamaður. Já, það er ekki meira. Þú veist. Og þú veist, og það er bara, þetta er orðið þannig. Þú hleypur ekki í hús og rannsakar eitthvað mál með einhverjum. Þú veist, þannig að þetta er bæði, sko, og á bara algjörum, sko, lúsalaunum. Þú veist, og alltaf samt, sko, 24/7, þú veist, það er engin skil á milli, sko, heimilislífs
og vinnuna, maður er sífellt í og maður er alltaf að reyna að afsaka sig fjölskyldinu sinni bara, sko, ef ég mæti ekki með eitthvað á fundin á morgun, þú veist, þá ég bara, þú veist, það bara... Eru þessi nauðgunarmál, þeim að fjölga hópnauðgunarmál, eitthvað köld? Ekki endilega hópnauðgunarmál, en nauðgunum, kynferðisbrotum bara að fjölga. Það eru 6 hópnauðgunarmál þarna fyrir árið, það voru 10 alls í fyrra og þeir eru búin að vera 47 held ég frá 2020. Ég veit ekki hvernig þetta, ég sá bara á eina vísi þetta yfirlit og þá spurningin náttúrulega, eitthvað að breytast? Að verða, eða bara ungum kallmönnum, þetta klámvæðing eða þetta, incel-kultúr eða þetta svona, hvað þetta? Eða þetta kannski hefur bara alltaf verið svona, þetta komið meira upp á yfirborðið eða eitthvað í samfélagsgerðinni, það náttúrulega það sem verður þá að taka á. Við komumst bara svo langt með refsiramanum, en menningin og tíðarandinn og kannski svona gildismatið hjá ungu kallmenn, það verður þá að fara að fjalla það vegna þess að við getum ekki leyft samfélaginu ekkert að verða svona að það sé bara einhver kúltúr þarna úti sem við sjáum ekki til. Ég horfði nýlega á Adolescence á Netflix og ég var eiginlega svona hálf sorgmæddur og hræddur bara yfir því hvað kannski ég þekki lítið menningu barna minna sem eru unglingar í dag og fullorðið fólk að maður kannski sér þetta aldrei, hvað það sem þau eru að eiga við og hvaða skilaboð eru að fá og hvaða efni eru að mæta þeim og hvaða svona normaliseringa og hín og þessu er að verða, sýnt og hægt og rólega og kannski verður þetta til þess að það verður til eitthvað svona stemning í svona hjá ungu kallmönnum einhvers staðar í samfélaginu að þetta sé bara svona kannski hefur svo sem verið til fyrir tímum. Já, þess vegna velti ég svona spurningu upp á hvort þetta sé eitthvað að breytast eða hvort þetta sé bara... Og það þarf að velta þessu upp og ræða þetta, því að það eitthvað er að gerast. Og ég ræddi bara við starfsmann í félagsmiðstöð daginn, sem segir bara að það er svo mikil harka, það er svo ofboðslegt orðbragð, gagnvart konum, blótsýrði og hann sagði, ég hef ekki séð svona síðan á 9. áratug. Ég sjá líka var með hnífstungurnar og svona og það er kannski eitt dæmi hversu fangelsinu full ég var eitthvað að lesa bara í gæra fyrirdagum hnífstungumálin í Bankastræti og Ingólfstorgi það eru sömu aðilarnir og þetta eru stór hættulega tilraun til manndráps og þetta er ennþá einhvern veginn í kerfinu og þetta eru fáranlega litli dómar en það verðist eins og að þetta sé orðið bara svona norm að ganga með hníf. Ég maður bara eftir því þegar ég er alveg stupp þá var ungu maður stunginn bana fyrir utan villta trillta villa sem var í skúlagötunni og það var bara eitthvað mál sem að við krakkarnir ólust upp með bara í mörg ár hversu hræðilegur atburður þetta hafi verið. Þetta dvaldi með okkur í mörg ár, þetta var svo einstakt. Það var bara einhver ungu maður stunginn til bana af öðrum, þetta 1985 eða eitthvað Núna bara veltur þetta inn bara á 2 vikna fresti að vera að nota hnífa. Ég hef nú oft ímyndað mér að allir þessi tölvuleikir þar sem að menn geta endalaust fyrir að drepa eitthvað annan og menn rísa alltaf upp og fætur á ný. Brengli bara svona svona raunveruleika skinn fólks og þegar menn alast upp við þessu alveg frá blautu barsbeini þá spyr maður sig getur verið að þetta hafi bara áhrif á veruleika skynjun venjulegs fólks. Nú segja mér sérfræðingar að þetta hafi verið rannsakað og menn telja að þetta sé engin tenging þarna á milli. En mér finnst það sérkennilegt ef hún er ekki til staðar. Árið 2004, þegar ég bjó til Danmörku, þá kom bandarísk kona til Danmörku og hélt nokkar fyrirlestra þar sem hún talaði það 2004, fyrir snjallsíma og spjaldtölur og svona almenna svona tölvuvæðingu. Þá talaði hún það að hann var í kynslóð að vaksa upp í Bandaríkjunum sem hefði allan sinn tilfinningaþroska frá skjámenn 2004. þar sem að allt sem að svona vakti með reiði, gleði, sorg, spennu og svona gildismætið kom úr skjámölum sem er tölvuleikjum og internetinu. Þetta er 2004, fyrir 21 ári síðan og hugsa ykkur bara hvað erum búin að fara í gegnum og hvað ungi krakkar fá þetta margfalt meira núna heldur en þá. Og hvað eru raunverulegir, allir þessi leikir með öllum fígúrónum sem eru nánast eins og þessi bara kvikmynd. Raunveruleikin er algjör og sem sagt endalaust er þetta
berja við menn, vitum ekkert drepa enn til menn, hlítar hvaða nauðga áhrif þetta konum. hefur, sko. Ég held Svo að þetta bara sé allt í miklu lagi. starra mál heldur en svona þessir atbyrðir sem við sjáum, þessir hræðilega atbyrðir, sko. Já. Þetta á sér djúpar rætur. er gríðarlega umfangsmikið. Já, en þetta Já. hlýtur að liggja eitthvað neginn inn í sko bara kynslóðunum, þú veist, það er eitthvað að því þú veist, þú sért í símanum, sko, þú ert ekki í félagstengslum, þú veist, þú ert ekki maður á mann og því ég las hérna ótrúlega skemmtilega svona nóvelu fyrir nokkrum árum, það var bara svona ótrúlega skemmtilega, hún heitir hérna Seek You, hérna, sem er hérna eitthvað svona merki sem að fólk notaði til þess að hafa samband, þú veist, í galanda og hérna og Journey Through American Loneliness, þar sem hún bara fer yfir einmannaleika út frá öllum mögulegum sjónarhornum, þetta er bara svona svo essay eða þannig og það sem hún var að taka fyrir bara einmannaleika innflytjanda, það er bara einmannaleiki hérna bara algjörlega, það var það sem hún var að skoða og þar segir hún líka frá því að aggressjón, það er bara að mæla það, þú veist, í heilanum eykst með einangruninni, sko. Þú veist, hvort það sé það líka. Já, og því það hefur nú verið rætt um já, þegar tengslamyndin skortir og já, svona, já. akkurat. En hvort lausnin eins og við byrjum á að tala um hvort að við mælist upp við að vera að ræða saman við kvölduraborðið? Eigum við að endurvekja það og reisa það við eða eigum við að banna tölvuleikina og snjallsíman í skólum? Ég þegar Stundum finnst bara eins og að lausnin sé bara að banna eitthvað, sko. Já, mann langar það svo, maður verður svo reiður. Kannski er ekki eitthvað of mikið, kannski er eitthvað sem vantar í Já, það vantar þetta svona línulega analóg svona, svona analóg samvera. Ég tók bara eftir því þegar að við hjónu skildu og við krakkarnir voru náttúrulega sjálfsögðu að gangi í gegnum erfiða tíma að það var erfitt ofta einhvern veginn að setjast við eldhúsborðið og segja nú ætla ég að ræða við ykkur, bara hvernig og ætla að fara að draga ykkur upp og svona. Við vorum fljótt mjög svona þreytt á því og það var einföld lausn sem að ég einhvern veginn nota mikið, það var bara að vera með spil, borðspil. Þannig hef ég náð þeir svona línulegri analóg svona samverustund þar sem að sko samtalið er á fullu kannski allan tíman. Hef ég mælið með þessu bara við alla fjölskyldur að nota borðspil og svona til þess að dreifa huganum og geta ná spjalli við krakkana. Náðum hús símanum. Svona afslappaðara. Já, mér finnst þetta er vannmettnasta tæki sem að til er þetta. Og borða saman og sitja skjálaus við mataborði. Það bara kallar á að fólk neyðist til þess að hafa samskipti. En sko, nú var ég að koma frá Valencia og ég hef ekki farið neitt í háaherrans tíð, ég hef bara verið einhvern veginn að vinna, ég hef ekki verið að gera neitt mikið annað. Ekkert farið eftir að Heimir hættir. Nei, maður er bara að sitja við. Þannig að ég svona kom alveg sko skríðandi inn í smá vetrafrí áður en að dagarnir, af því annars fyrnast þeir fyrir 1. maí. En og það var svo mikið menningasjokk, þetta er bara Spánn. Við vorum hann í Valencia og þetta er svolítið sérstök borg. En ég var alltaf að spyrja manni minn, ég bara, þau eru ekki að tala um Trump. Heldur þessi að hugsa um Trump? Þau eru ekki að tala um Trump. Af því að við erum öll svolítið í svona, við erum bara svo Spánverjarnir eru yfirleitt með börnin allt saman með og svona. Það var það. Og svo fallið þegar maður kemur frá Frakklandi, þegar maður kemur til Spánar, þegar maður sér þetta. Brauðið verður verra. En mannlífið er eiginlega betra, sko. Þetta er svo gott mannlíf og það sem er líka, sko, því að við erum líka svo skelfileg við eldra fólkið okkar, að við einhvern veginn, sko, út í þeim, við bara setjum þau inn á einhverja stofnanir og þarna fá þau að vera með. Allir eru með og það var enginn í símanum. Það bara var enginn í símanum og ég var alveg bara byrju, er þið að missa af einhverju, sko? Það er náttúrulega farið svo mikið út að borða, sko. Já, þau hafa það, sko. Svo sverjum þetta að vera í símanum þegar það er sól. Já, fyrir utan það. Þú sagðir eitt sem að sko kveikti á fréttum vikunar að vín frá Evrópu er að greinast með þrávirkum efnum. Það getur ekki eftir því. Heyrðu ekki þessa frétt? Nei, ég drekk ekki vín. Mjög alvarleg frétt. Vegna þess að sko maður á náttúrulega að kaupa vín frá Evrópu en ekki að kaupa vín sko frá Suður-Ameríku eða Chile því að það er svo mikið sótspor. Maður á að kaupa evrópsk vín. Þá kemur þetta í ljós. Evrópsk vín eru ekki full en það greinast þrávirk efni í þeim. Blý og... Nei, það er frá svona eitrunum á í landbúnaði. Í landbúnaði. Já. Þetta finnst mér mjög alvarlegt mál. Já. Þess vegna á maður bara að drekka lífræn og náttúruvín. Já. Eða bara sleppa þessu alveg. Eða alveg, já. Það kom nú ekki fram sko í fréttinni hvort að lífrænu vín væru með í úttektinni sko.
Ég held að landlæknir hafa verið að gefa út svona, það er ekki hægt að mæla með neinum skammti af víni. Nei, og bara vísindin sína að þetta hefur ekki á nokkurn hátt bara góð áhrif á líkamann. Ég man eftir í hjós og eftir því ég bjóði til Danmörku að því að landlæknir hérna náttúrulega bara mæli gegn vínnotkun eða þessar menn sé að drekka vín og það stóð sko utan á flöskunum hérna túborflöskunum í Danmörku sko það er ekki mælt með því að kallmenn drekki meir en 48 svona bjór á viku og konur 32 og ég spáði bara hvað var svo að það stendur á smá letri á flöskunni sko og ég hugsaði með mér sko og ég að koma frá landi þar sem sagt ertu bara ekki að drekka vín, þetta óvalt og þetta er vond fyrir þig en landlæknirinn í Danmörku segja þú getur alveg drukkið 48 bjóra á viku og ekki gera mikið með það En Danir eiga nú í miklu vandræðum með áfengi þar deyja börn í útskriftarferðum og þar er til dæmis sko fóstureitrun út á áfengi bara vandamál þar er skorpulur vandamál Danir og Bretar eru alveg í stórkostlegum vandræðum Mér leiðast svona réttlætingar og það er einhvern veginn svo einnamest áfengi það er alltaf einn sem reynir að lifa bjór ég held að Túborg og félagar borgjónu verða um 58 daga ekki búin að borða neitt nema bjór sem áður að sína okkur að bjór er svo hollur og það verður að lifa á honum það geta ekki þessu þau eru alltaf að reyna að frétta manni sem alltaf lifa bjór Þetta er ekki frétta vikunar Veit ekki hvað ég að fara í, sko. Við erum búin að vera Pávidó. Já, mér langar að ræða anga af því máli. Ég var svo, ég er bara að velta fyrir mér þessum svona hrútskýrandi mönnum í þessu samfélagi sem alltaf að reyna að taka niður forsetann. Takk fyrir þetta, Helga. Ég er svo innilega sammála. Ég er svo þreytt á þessu. Já. Að ég titra. Já. Og Eiríkur Rögnvaldsson, bara okkar allra, bara stærsti prófessor í íslensku, gasprar þarna eitthvað miðaldra kvapp það að hún taki, sko hann skildi ekki einu sinni hvað hann var að gera. Nei, einmitt. Hún var að taka hann. Hún var að taka hann. Það mistókst ekki það. Já, það mistókst ekki. Hún takkaði bara enska heitið á hann. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, hún sagðist ekki að gera það. En svo kom hlekkurinn ekki greinilega í textan eins og gerir stundi. Og hún fyrir ekkert að skrifa frans, páfi, sko. Nei, ég bara, þetta finnst mér svo mikið ómerkilegt atriði að hann viti ekki að hann sé með slíka vigt að það sem hann segir og sérstaklega kvenforseta að það skuli ekki vera tekið upp og gasprar þetta á einhverju málspjalli lokuðu, einhverju auðvitað sér það og af stað. Þetta er ekki loka, ég er í þessu málspjalli. Nú er þetta ekki svona grúppa sem þú þarft að adda þér í. Já, líklega, hún er mjög skemmtileg. Já, ég meina nákvæmlega, en af hverju gerir hann þetta? Og það úrverður mest lesna frétt, er það ekki? Náðu þetta ekki alveg bara... Meira en fráfallspáa. Já. Sko, ég var í Valencia, ég veit það ekki, en ég er alltaf að sá þetta. Ég er bara mannleg, þú veist, þetta var slíkt skemmdarverk. Og svo sá hann bara hvert þetta var farið og baðst afsökunar á að hafa gasprað þetta, segi ég, og ég bara, hann á að biðja Höllu afsökunar á þessu, opinberlega. En samhengið væntanlega er líka að þarna vikuna áður þá hafði hún skrifað Halla Tómas. Það var svolítið svona mikið umfjöllunni, sko. En má hún ekki velja? Ég hugsa að þessi frétt hefði aldrei fengið svona mikla athygli nema því að þetta kemur strax í kjölfari á þessari umræðu að hún hafi breytt undirskrifti sinni eða svona staðfyrir sig að skrifa Halla Tómasdóttir. En mér finnst þetta vera þannig að þú veist, ég er ekki að tala Eirík, ég veit ekkert hvað hann kaus, en mér finnst þetta vera knúið áfram af tapsáru fólki. Það tapsáru fólki sem vildi sjá annan forseta. Já, það getur ekki sætt sig við þetta. Einmitt. Intelligensían hefur hingað til valið hverju forseti, allavega geta hafnaði eitthvað verðið nema að kemur núna og þau töpuðu. Einmitt. Og það er setið hvert einasta skref sem forsetin tekur. Höllu á Bessustu. Og það bara, þetta með málverkin. Já, bara algjör pleppi. Gott, nema það bara fylgdi ekki sögunni að hún vildi fjölga málverkum eftir íslenskar
var myndlistakona. Hún var með svona Home is life, life is good, eitthvað. Þú veist, þetta var slík nýð. Og ég meina, hún í skautbúning 1. janúar í ávarpi og af stað fór herinn að ræða belti, þú veist, þetta er svo mikið vitleisa. Má þetta við skautbúning, hvað sem hún var í? Við erum dálítið málfarsfasistar Íslendingar. Mér alveg sama, hann hefði átt að vita það, Eiríkur Rögnvaldsson mátti bara vita það að þetta yrði tekið upp og hann á að biðja hann afsökunar. Hins vegar langar mér líka að gagnrýna, þetta frétt? Það eru við blaðamenn sem þurfum að spyrja ykkur því. Þetta frétt? Að einhver prófessor upp í háskóla sé að kvart yfir því að hún eins og þið lýsið þessu, þá svona átök í samfélaginu hvort að forsetinn standi nógu traustum fótum í íslenskri menningu. Og þetta eru bara smámál. Þetta eru en svo það líka eins og klikkbeitur og þar kemur blaðamennskan inn í. Mér var kennt að varði svo svakalegum tíma út í Bandaríkjunum, það hluti af hennar sögu. Það bara hefur mótað hana. Veist, en svo ef þið hlustið á hana að tala, ég hugsa ég veit ekki marga sem ganga jafn langt og hún í að gagnrýna stríðsrekstur hverskyns, alls konar ofurríku í Bandaríkjunum, alls konar svona. Í kosningabaráttunni. Já, ég finnst hún ekki alveg hafa náð þessu í gang. Ég að býða eftir því, hún í ykkur áfalli, þess að eðlilegt að vera alltaf á forseti. Já, þetta alveg búið að vera rosalegt ár. Ég að býða eftir því að hún komist í gang og verði svona líkari því sem hún var í kosningabaráttunni. Ég meina það voru stjórnarslit, hún fékk það bara í fangið. En eru fréttir bara sagðar af því? Hafið þið hlustað á hana í ræðum undanfarið? Hún mjög fylgin sér, kjarkmikil og þetta og mér finnst þetta ekkit eingöngu bundið við Höllu. Ég sá til dæmis bara frétt á Stöð 2 þar sem einhver lögfræðingur var að saka Þorbjörgu Sigri, dómsmálaráðherra, að hún bara hefði ekkert nægilegt vita á málaflokknum. Dómsmálaflokknum og guð hvað það kallalegt og pleppalegt tal. Vitið það, hún Þorbjörg, hafið þið heyrt eitthvað svona talað Jón Gunnarsson? Ég held að hann sé með málmiðnarpróf frá Tækniskóla og endurmenntunarpróf, ég kíkti á þetta daginn, endurmenntun, það sem sagt í rekstrarhagfræði frá endurmenntun Háskóla Íslands, það hans menntun sem sé. Og svo hann búinn að vera markaðsstjóri hjá Stöð 2 og gengt alls konar stöðum. Hann hefur ekki komið nálægt dómsmálum fyrir hann verður dómsmálaráðherra og auðvitað búinn að vera þingmaður í áraraðir og í pólitík í áraraðir. Hafið þið einhvern tímann heyrt það að hann hafi ekki verið svona starfi sínu vaxinn faglega sem dómsmálaráðherra? Aldrei, eða hafði ekki, ég meina algjörlega nema pólitískt, klárlega, en bara hann hefði ekki þekkingu til að sinna starfinu, aldrei, nei, hún er lögfræðingur frá HÍ, hún er með LLM-gráðu frá virtum háskóla í Bandaríkjunum, hún er búin að vera fræðimaður á Bifröst, hún er búin að vera saksóknari hjá lögregluembættinu og ríkissaksóknara, hún er búin að vera aðstoðarmaður dómara, hún hefur lifað og hrært í dómskerfinu. Þetta er kom aldrei neitt annað til greina heldur en að hún fengi þetta ráðuneyti. Algjörlega, því að hún þekkir málaflokkin út og inn. En það er bara þessi kallar sem og svo kallarnir sem gera fréttir úr því líka. Það er alveg öflaðna úti. En þú varst að spyrja Frans Páfa, ekki það, ég hafi eitthvað sérstaklega þekkingu á Páfaembættinu, en náttúrulega bara eins og allir aðrir fæ þetta svona öðru hvorum fréttunum. Það sem ég hins vegar hjó eftir með Frans Páfa, sem er nýláttinn, að hann stóð svona upp og ávarpaði þetta þjóðamorðin á Gaza, sem að mér fannst svolítið svona vera að minnsta kosti nýlunda að Páfi kæmi þarna fram og tæki afstöðu með Palestínumönnum sem er verið að myrða þarna í 100-tali okkur einasta degi. Og það fannst mér hlýtur að vera eitt af hans eina af hans stóru arfleiðum að hafa tekið það af skarið og sagt þetta vegna þess að hann náttúrulega hefur gríðarlega mikla leiðbeinandi svona rödd inn í hinn kristna heim og svo talaði hann líka bara hitti aktivista inn hinsegin samfélaginu og hann talaði við og flóttafólk
og talaði félagslegt réttlæti og þetta, mér fannst eins og... Það tók yfirleitt stöðu með hinnum hrjáða og smáða eins og Jesú gerði. Hann var tiltölulega liberal páfi. Þú varst að biðja afsökunar á þjóðmorðinu í Gaza? Já. Skrifaði grein sem fór svolítið víða. Hvar? Skrifaði inn á VG bara, .is, ekki? Jú, sko. Er ég eini sem fer inn á VG? Ég bara skammaðist mín fyrir að tilheyra samfélagi sem að upplifir og horfir á svona atburði án þess að gera neitt. Og mér í þrennu lagi, fyrsta lagi sko skammaðist mér fyrir að tilheyra alþjóðasamfélagi sem að hafi brugðist þessu fólki gjörsamlega. Og það bara allt alþjóðasamfélagið, eins og kalluðu vestrænu lýðræðisríki, Evrópusambandið með fáeinum undantekningum. Og svo finnst mér satt að sé sérkennilegt líka að við skulum vera í þessu vináttursambandi við Bandaríkin sem að ég upplifi sem sko óbætisfyllsta stórveldi í sögunni. Og við höfum ekkert endurmetið sko afstöðu okkar til þeirra frá því að við gerðum hennar samning 51. Nei, það var sláandi kveikstátturinn daginn sem sýndi nákvæmlega hver stað okkar gagnvart þessu varnarsamningi. Já. Og sko bara það að við skulum vera í sambandi í svona, vináttúrsambandi við svona stórveldi sem hefur svona blóðuga slóð í heiminum. Er það ekki bara afhjúpast smám saman að við erum svona mögulega. Sko eitt af þessum bara fylkjum svona, þú veist. Og svo spyrir maður bara sjálfan sig, af hverju hefur Ísland ekki tekið sterkari til máls gagnvart þessu, þegar við erum til dæmis eina fáum þjóðum, eða einmann þau fyrstu sem við viðurkennum sjálfstæði Palestínu og síðan bara þögn og við nánast þegjum. Það voru einstaka þingmenn á síðasta þingi sem að tóku til máls og svona afdráttarlaust og einstaka á þessu þingi, en almennt hefur ríkisstjórnin ekki látið í sér heyra. Hvorki þessinni síðasta? Nei. Ég finnst þetta, ég bara skammast mig fyrir þetta samfélag. En reyndar Þorgerður Katrín, mér finnst nú svolítið sterkt að Eurovision. Já, það er svona opnun á það af hverju slaufum við ekki þessum í íþróttum og Eurovision og svo framvís. Það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið. En mér finnst líka sko oft sko og það sem að kannski förum við inn á Vókið einhvern tímann að þú veist, nei, bara varðandi þetta sko, það sem að er svo leiðilegt þegar það er verið að sko ætla fólki eitthvað, þú veist, ég held að Þorgerður Katrín sé bara hjartalega sammála þess. Ég held það. Ég held það líka. En þú er ekki að segja það? Jú, ég meina hún er hálfpartinn búin að segja það. Og ég held að og ég held að það sé svona hún sé að segja það fullum fetum. Þú verður samt einhvern veginn að svona, þú veist, þú ert inn í einhverju ríkisstjórn, Já, og við erum í svolítið óvissu ástandi hérna í heiminum, sko, við vitum ekki hvar við stöndum í þessu. Og í aðra röndina erum við líka að reyna bara einhvern veginn ekki horfa bara Trump, við erum ekki. En við erum náttúrulega bara líka, það ríkir einhver svona pólitísku veruleiki, ég er náttúrulega að því að eins og með Katrín Jakobsdóttir sem hafði skrifað og talað mikið fyrir einmitt sjálfstæði Palestínu og var greinilega með þetta sentiment að svo birtist henni örugglega bara einhvers konar veruleiki, stofnana veruleiki, pólitísku veruleiki, ekki bara Íslandi, þetta er svona í evrópsku samhengi, þar sem að fólk bara nær ekki og fær ekki leyfi til að fara út fyrir það. Nema kannski með einhver svona hálfkveðni vísum, svona aðeins bara að því að sko þeir vita það að þau verða einhvern veginn að halda sjálfsvinningu sinni og svona og geta fá eða taka sér leyfi til að segja eitthvað svona aðeins. En ég held að sé í lögum það að krafa á okkur að það er ekki skjól í þessu að segja, ég meina það voru bara ekki góðar aðstæður til þess að ég brygðist við þjóðarmorði. Og það er heldur ekki í alþjóðalögum. Í alþjóðalögum segir að ef okkur grunar að þjóðarmorð sé í gangi, þá ber okkur að gera allt sem í okkar valdi stendur til að stöða það. Og það hafa íslensk stjórnvöld ekki gert. Alls ekki. Það skiptir eitthvað máli að fólk segja eitthvað, mér finnst þetta rosalega leiðilegt og svona, en bara það er svo flóki fyrir mig og þú veist, ég verð að gæta ýmsu öðru, það er bara ekki þannig. En haldið að hún sé ekki að taka sko slægi, þú veist, sem að við bara heyrum ekki af. Akkurat. Þú veist, það er þetta líka og það er þess vegna sem að mér finnst oft leiðilegt þegar það sýnir verið að garga á hana, sko. Þú ert, já, og bara eitthvað sem að maður bara skynjar, hún er allavega orkað á mig þannig og svona hennar málflutningur
eins og henni bara blöskri Ég held að það hefði verið þannig með Katrínu Jakobsdóttir alveg tvímælalaust. Já, hún hefði nú mátt vera skýrari í þeim Spánverjarnir hafa stigið skref, Írarnir, já. Og svo voru við búin að stiga skref. Ég meina að íslensku stjórnvöld munar ekkert að kalla bara þessar þjóðir að borðinu og fara að vinna í einhverjum málum. Akkurat, já. Það kostar það bara ekki neitt. Nei. Og þeim ber að gera það, þeir gera það ekki. Nei. Já, en Spánverjarnir þeir hættu við að kaupa einhverjar byssukúlur af Ísraelum fyrir 6 milljónir evra held ég. Þetta var nú ekki, en þú bara heldur áfram og byggir upp einhverja samstöðu, býr til vettvangar sem auðveldra fyrir fjórðalandið að koma og heldur áfram. En það er sem ég að segja, það virðist vera menn stíga mjög varlega út fyrir þetta mengi að gera eitthvað og kannski bara þetta er algjör deyðarskreiting út á við inn í þitt eigið samfélag, þitt eigið kjósendamengi að gera þetta, en ef það væri eitthvað alveg með þessu eins og Pedro Sánchez, þá myndi hann bara krefja þess okkur einsta fundi að bara sett viðskiptabann á Ísrael. Já. Þannig að menn eru hugsanlega eins og með Þorgerði Katrín, náttúrulega tala inn í sitt eigið kjósendamengi á þannig hátt sem að truflar ekki þessa elitu í Evrópu sem að er algjörlega í fanginu á hergagreiðnaðinum og NATO og þessu brjálaða. En byrju, hvers svona andstæð það að þú mátt ekki trufla elituna sem er að raunverulega ýta undir þjóðarmorðið? Þú átt að trufla hana, Þú verður alltaf, realistist, þú verður alltaf að byggja blokkir. Já, þá með Spáni eða reyna að búa til samstöðu til þess að hafa eitthvað að segja. Þú veist, ég hugsa eins hræðilegt og það er að segja það. Ég held bara ef við færum fram og bara við krefjumst þess. Þetta fólk væri bara krúttlegt. Já. Við höfum í gegnum tíðina stigið svona einstaka skref sem að við getum verið stolt af eins og til þess að við kenna sjálfstæði Eystrasaltslandana. Og við vorum einum það. Og það hefur ekkert komið okkur í koll. Nei, alls ekki. Það hefur bara skapað okkur virðingar. Það var ekki í gegn andstöðu ríkjandi afla. Það var alveg í takt við vilja vinna þennan Bandaríkjunum. Danir vildu stoppa okkur. Þeir vildu að vera undan. Helmut Kohl var ekki kanslari þá, hann vildi þetta alls ekki. Nei. Og hann bara talaði Jóni í hausamótin og Jóni Baldvin þegar hann ætlaði að gera þetta. Það er óskalag vók og ekki vók. Já, það var við þetta borð sem að umræða. Sem að þessi vók bylgja byrjaði, ég held, fyrir 2 vikum bara eða eitthvað. Og með rosalega látum sem enduði með því að Sólveig Anna Jónsdóttir sagði svo Sólstjórnarflokknum, birti þar svona komment á Facebook sem að María Pétursdóttir, sem er móðir Transparts, hafði skrifað og fór út úr honum. Og einhvern veginn þykist þetta vók og ekki vók. Já, ég held að þetta sé þannig umræða að við getum ekki leyft okkur að vera fílar í postulínsbúð, verðum að vanda okkur svolítið og ég held þetta sé svolítið, það er svo margir ángar af þessu og það er svo miklar tilfinningar undir að bara reyna eins og maður getur að vanda sig. Og ég get bara í alvörunni sé bæði sjónarmið í þessu. Já, ég held að Sólveig Anna náttúrulega er óumdeildur bara æðsti leiðtogi uppreisur verkafólks á Íslandi sem að var tími til komið og fengið svona manneskju eins og hana. Ótrúlega. Og hún er alveg ofboðslega fylgin sér og trú sinni sannfæringu. Ég hef persónulega lent í rimmum við félaga minn og er nú sjálfur í sósíaldaflokknum og það er ekkert auðvelt. En ég ber enga kala til hennar eftir það, en það sem að ég held að hún hafi gert ákveðin mistök með því að vera með þessa neglu sem að kom hann í kjölfarið og skrifaði pistil sem var svolítið góð negla og vakti einhvern veginn svona hægri öfgahópana sem sagði aha, þetta næri alveg þvert yfir pólitíska litur og það þorir bara ekki að segja neitt, loksins kemur einhver og segir eitthvað hversu mikið ruglita vók er. Og gaf anti-vók þeirra lögmæti. Já, og það sáum við það að þeir sem að tóku mest undir með henni voru kannski þarna á þessu pólitíska litráfi, en ég held að hún hafi gert ákveðið mistök með þess að vera að leika sér að þessum fullnaðar sigri og að því að maður þarf að passa upp á það andstæðingur þinn eða sem er þá þessi orðræða sem er að reyna að verja umræðuna varðandi transfólk og hinsegin fólk og jaðarsetta konur og innflytjendur og að hún gerði ákveðið mistök með að bara halda þessu umræðu lifandi og einhvern veginn að vera svolítið niðrandi
gagnvart þeim sem voru að takast á við hana. Af því að hún einhvern veginn, verður að segja þess að þessi pistill hjá henni sem hún kom með var feikna vel skrifaður og vel byggður upp og svona, og ég er ekki sammála öllu sem hún sagði þar, en þarna kom svona eitthvað, aha, þetta var svona einhver sigur, punktur, að þetta er rétt, og þarna gerði ákveðin mistök, fannst mér. En Steinar, dó VG úr Vóg? Það er hluti af skýringunni á vondri... Nú veit ég ekki hvernig ég get svarað því. Er uppgjörið í VG Vóg og ekki Vóg? Nei, Þetta er bara að vera Vóg? Þetta er bara að vera Vóg? Nei, við erum bara að sko reyna að byggja upp svona, fara tilbaka í ræturnar eins og við segjum. En ég held að það sé margt að rétt sem að greining Sólveig Önnu allavega, hún svona tala til mín um að svona réttindabarátta minnihlutahópa hafi einhvern veginn þar segir svona að því að sko helsta baráttumál jaðarsetta hlýtur að vera efnahagslegt frelsi. Að því að sko félagslegt frelsi, þú nýtur ekkert þeirra hinna réttinda ef að efnahagslegt frelsi er ekki til staðar. Þú getur ekki notið þess að hafa félagslegt frelsi og jafnrétti. Þú getur ekki notið þess. Og hún er alltaf verið að draga fókusinn að því að þetta byrjar alltaf með þessari stéttabaráttu. Það er að segja að því að það er sko engum blöðum það að flétta að hinni beturhafandi í samfélaginu hafa svolítið dregið þetta til sín. Og við sjáum það eins og með kvenréttindabaráttu að sko hún hefur svo miklu hluta til og mikil fókus færst yfir það að séu fleiri konur í stjórnendastöðum að það er svona hinnu betur hafandi kvenmenn hafa dregið þetta til sín og nota sér kvenréttindabaráttuna og þetta sjáum bara hvað þetta hefur haft mikil áhrif að það eru fleiri hópa farin að segja sko gildismat samfélagsins á að við erum í miðjunni. Það er að segja, við erum innflytjendur, við erum En Guðmundur, má ég skjóta þennan, af því að ég man eftir því að Sólveig Anna og reyndar Viðar Þorsteinsson líka sem Eflingu lýstu yfir ekki stuðningi við kjarabaráttu kennara. Og þá kemur svona hugmynd að kjarabarátta sé ekki svona lífræn og þú veist, ef þú nærði ykkur árangri þá getur við tóum okkur ýmist upp á hárinu eða á stígvélunum, einhvern veginn upp. Og það sama með eins og í kvennabaráttunni ef það næst okkur árangur í stjórnum félaga. Aftrar það árangur annars staðar? Nei, ég held að sko það hafi orðið til eitthvað svona núningur. Þetta feminismi stendur hann í vegi fyrir feminískum árangra í lágstéttakvenna? Já, hugsanlega hefur millistéttafólk betri aðgang að svona elítunum sem að stýri landinu, bæði inn í stofnunum og í pólitíkinni. Kannski hefur henni fundist það að þeir eru að draga mikið til sín og það var orðin svona ákveðin núningur milli BHM og Eflingar þar sem að þau töluðum það ef að Eflingafólk fengi hækkanir þá myndu þeir fara fram á bara til þess að geta búið til þessa hugmyndum að menntun var einhvers virði. Menntun til fjár, það var ágreiningur í 30 ár. En ég er alveg sammála Sólveig Önnu því að frumforsenda þess að við getum í rauninni noti allar þeirra félagslegu réttindar sem að okkur er gefin með fæðingu, sé efnahagslegt öryggi og réttlæti sem kemur eingöngu með því að vinnandi hendur, þeir sem að skapa rauninni verðmæti samfélagsins, njóti stærra hlutfalls af því verðmæti sem er búið til. Ég er sko hjartanlega sammála henni og ég held að þetta sem hún er að segja sko að réttindabarátta hinsegin fólks, transfólks, innflytjenda, allar þeirra sem eru jaðarsettir, hún, kjör þeirra munum fyrst og fremst bætast best og mest með því að þessi hefðbundna stéttabarátta fari í gang og það safnist allir í kringum það að lyfta launum og lífskjörum almenning, eða vinnandi fólks. Já, ég get alveg tekið undir það sem þú segir og ég held að það sem hefur verið kannski vandi okkar undanfarin ár í VG er það að við höfum beitt okkur mjög fyrir svona þessa afmörkuðu hópa sem sannarlega þurftu á stöðningi að halda og þá bara vék til hliðar kannski okkar barátta fyrir bara kjörum svona almenns launafólks og við mistum kannski tenginguna við þann hóp þá og það er þar sem við mörg í VG teljum að við þurfum að gá tilbaka, við þurfum bara að finna vinstrið. Þetta var sósíaldemókraflokkurinn stofnaði, sko. Já. Vinstrið í okkur við þurfum að efla vinstrið hjá VG á ný.
En það sem að, þú veist að segja mitt, sko, bara einhvern veginn, og það er þetta sem er svo leiðilegt, sko, það er eins og að sé svo mikið vantraust á milli okkar, allra, ég bara tala heilt yfir, eins og gagnvart Sólveig Önnu, að hún segir þetta og ég held að þú kjarnir þetta svolítið vel, en það er ekki þar með sagt að henni sé sama minnihluta hópa. Nei, bara langt skiljið, það er svolítið, sko, stokkið á þann vagn, sko. Og fullist eitthvað það sem hún getur þó ekki varið sig, eða þú veist, en það er svo mikið, og ég er orðið svo þreytt á þessu. Hönd minnihluta. Og hún er alveg brjálæðislega góður talsmaður fyrir sitt fólk. Mikinn skjöld. Algjörlega. Og bara góður, og það er náttúrulega það sem knýr hann áfram með, náttúrulega bara, þú veist, að vera alltaf bara augliti til auglitis við fólk sem er bara, ekki skelfileg kjör og erfitt líf. Aðdáunarverk hvað hann bara stendur keikni sjálfur sín. Sýnt og heilagt. Það er alveg sama hvað er hraunað yfir hann í fjölmiðlum og allstaðar í alls konar samfélögum. Hann stendur keik og þetta er náttúrulega bara til eftirbreytni. Já, þetta er bara til eftirbreytni fyrir aðra sem að vilja. En við verðum líka bara að fara að þola það. Skiljiði, bara þolum það. Ég meina, hún hefur einhverja skoðun og hún er bara undirbyggir hana, ég veist svona algjör lestrarhestur, ég veit það bara, þú veist, ég spjallaði stundu við hana, að bara þola það, að einhver gæti mögulega hafa komist að annarri skoðun, bara spjöllum það, en sko hættum að bara ráðast á persónu fólks, ég er alveg komin nóg af þessu. Það er eiginlega sko dapurlegt að sko verkalýðsfélögin skuli þurfa að beita sér á vettvangi þar sem verið að stela launum af fólki, þar sem verið að sko nánast hafa fólk í þrælahaldi, en löggjafinn hefur ekki náð tökum á þessu og það vantar sko endurskoðun á vinnumálalöggjafinni til þess að takast á við þessi vandamál. En þar hefur hún þurft að beita sínu félagi þar sem að við, samfélagið, hefðum átt að grípa til aðgerðar og ekki að þurfa að láta verkalýðsfélögin standa í þessari baráttu. Nei, þeir eiga ekki að gera það. Nei, þetta er bara því miður. Hún hefur gert alls konar og einmitt sem kannski bara ekkert allir vitu hún er til dæmis líka bara því að maðurinn minn, hann er með svona forrit eða seiluforrit sem að kennir innflytjendum og bara fólki sem er bara kannski nýflutt til Íslands, kennir þeim íslensku í gegnum app, af því þú vill geta lært hvar og hvenær sem er og það er bara ekki raunhæft að þú sést að fara að sækja eitthvað íslensku nám þegar þú ert búin í kannski 3. vinnu dagsins eða þú veist hvað það nú er að bara, þú veist, að hún bara keypti það bara fyrir félagsmenn Eflingar. Það er svona hluti sem að, þú veist, hún bara segir það sem hún meina það sem hún gerir. Algjörlega. Herðu, ég held þetta sé það skipti allavega á þessu ári sem ég er með vikuskamt og það sem er ekki talað Donald Trump að neina ráði. Maður er svo kvíðinn, sko. Ég uppgötaði í dag að sko alþjóðasamfélagið hvað er ekkert að frétta af Donald Trump hefur algjörlega misskilið þetta með sko Donald Trump 2028. Hann er ekki að tala um sig, hann er að tala um son sinn. Það er Donald Trump yngri sem kemst þá til valda því að hann er að koma á svona valdaskipulagi. En hvað fannst ykkur þessa frétt bara sem er á miðlunum í dag? Að hann lét Putin heyra það eftir árásina. Hættu Putin. Já, þetta var samt svona, you know, seriously, eitthvað í tvíti. Þú veist, hvað? Þú veist, svona mögulega eina fréttin sem ég hugsa, hvað? So uncalled for. Hvað gerist núna? Ég veit ekki. Hann sagðist ætla að stoppa þetta stríð á einum degi, hann hefur ekki gert það. Hann sagði líka ætla að gera einhverjar rósir á Gaza, hann hefur ekki gert það. Nei, einmitt. Þvert á móti. Nei, þannig að ég er ekki í þeim hópi sem að finnst Trump vera sko skárri en eitthvað annað og hann er þó að stefna, ég er bara enga trú á þessu manni sko. Nei. Hann er að brjóta niður fjölmiðla í Bandaríkjunum, hann er að brjóta niður háskóla í Bandaríkjunum, hann er að brjóta niður mannréttindi við finnst bara fasisminn er að fæðast sko. Ég er búin að vera að fylgjast, horfa mikið á svona og hlusta mikið á podcastu sem er að fjalla svona heimsmálin og menn sem að svona eru sammálunum varðandi sko að stöðva Úkraínustríðið og svona taka hans línu svolítið í því en þeir hins vegar rauna yfir hann að öllu öðru leyti
Þannig að sko, að meiri sér þeir sem að svona peppan upp að þessu leiti, sko, þeir vita alveg hvaða kjánið þetta og hversu hættulegu maður þetta sko. Þó að hann hafi birst þarna svona með svona sjónarhorn sem að margir eru búin að vera að tala fyrir að sko, að útþensla NATO og svona, hvernig að koma fram með rússneska minnihlutan í Austur-Úkraínu og þetta hafi allt svona orsakað það að Rússar eftir 20 ár verið búin að segja nei, ekki lengra með NATO og síðustu 15 ár ekki vera að níðast á fólkinu okkar, veita það réttindir sem það á skilið varandi sko að nota tungumáli sitt og vera löggildir ríkisborgar og svona. Rússar hafa alltaf sagt að þetta ástæðan fyrir því við erum að ráðast inn í Úkraínu og nú kemur Pútín fram og svona tekur svona þess undir þetta og það eru margir sem að svona handbúnir fyrir það en á sama tíma talaður það þessi maðurinn náttúrulega stór hættulegur fábjáni og þannig að sko hann virðist ekki að eiga neitt nema kannski hjá svona alveg ysta maka kvöldinu sko inni sem forseti sko. Hann ég var að lesa svona approval rating, hann með 43% Bandaríkjamanna stríðan sem þykir bara frábært í Evrópu sko. Því Macron sé ekki eitthvað þar í 13 eða eitthvað og Keir Starmer hann ekki bara leiðin í 7 eða eitthvað sko. Það hreint ótrúlega. Trump ekki eitthvað bara svona skrítin kall eitthvað, hann að framkvæma eitthvað sem bara nýttu töluvert stuðnings í sínu landi. En þetta er svo mun minna en fyrir ennrar hans, eða ekki? Jú, aðeins. En já, þetta maður allavega... Og 4 ára eftir af þessu sko. En náði alveg sko utanum þetta. Mér finnst ég búin að taka þetta á lítið langan tíma að reyna að skilja þessa efnahagsstefnu, hvað hann að gera. Já, og þess vegna kannski skilum að líka íslenska stjórnmálamenn sko, og þetta tollastríð, þetta stríðsástand, hvar stöndum við í heildarsamhenginu? Lausu lofti. Það er svolítið svoleiðis. Ég fór að reyna að skilja þetta með tollana og fór og las og hlustaði og viðtöl við alls konar bara alla hagfræðinga, svona bara rjómana hagfræðinga í heiminum. Allir töluðu þetta sem eitthvað mjög sérstakt og enginn var með tengsl við þessi stjórnvöld. Eins og það kemur að fram í öllu viðtölum að þeir voru í Kína fyrir 3 vikum eða mánuði og þá hugsaðum að já, við erum í heimi þar sem sko Kínverjarnir soga til sín alla bestu þekkingu sem við höfum í hagstjórn á Íslandi, í heiminu og reyna að stýra sínu hagkerfi. Þú veist, þeir ekki bara fela einhverjum Jeffrey Sachs að stýra Kína, það ekki þannig, þeir bara taka alltaf besta, veist, við bara erum að því, svörnum bara bestu þekkingunni. Svo erum við með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem er bara alls ekki að þessu. Þeir eru alls ekki að soga til sín sko bestu þekkingu sem hefur orðið til í okkar samfélagi til þess að stýra sínu landi. Og ég veist að veitu hvað er ekki eitthvað, tala náttúrulega mjög mikið það að vilja efla iðnað og svona hráframleiðslu. Þetta er ekki byggt á einhverju sko svona faglegu. Nei, ég held að sko bara svona kalt metið þá það er ekkert að því að segja, heyrðu, ég ætla að færa framleiðsluna á þessum bifreiðum og tölvum og sjónvarpsskjám og allt þetta, færi þetta heim og þetta er náttúrulega líka gott bara fyrir umhverfið. Bara flutningurinn á óþarfa drasli frá Kína til Bandaríkjanna í fyrra var 2,6 milljarður tonna og þetta er svo gigantísk að sko bara ef við náum að klippa eitthvað aðeins á það, þá er það bara gott fyrir umhverfið og hugsanlega bætir þetta hann ekki að því, hann hætti við þetta sko. Já, en ég meina bara sem konsept að vera með þessa tolla, ég meina þetta er náttúrulega vont fyrir hinn almenna launamann bara gagvart umhverfinu, að reyna að draga úr neyslu og flutningi á vörum heimsóttanum milli lítur að vera bara jákvætt. Það verður áhugavert að sjá Harvard ekki búin að höfða mál? Já. Það verður mjög áhugavert að sjá. Hann er búin að taka fjármagn þessum verður á ríkistyrki í fjölmiðlum. En sko hægrið hefur sko löngum vilja reka samfélagið eins og fyrirtæki og það sé sko uppskriftin af hennu góða samfélagi, það sé rekið eins og fyrirtæki. Og ég held að hans hugmyndafræði byggist bara megnin til á þessu, að fyrirtækið Bandaríkjunum Norður-Ameríku sem hann ætlar að reka sem fyrirtæki. Hann náttúrulega er forsetið eins og hann sé forstjóri og eigi Bandaríkin, hann bara skrifa tilskipanir. Hann er bara, fyrirtæki eru bara einræðisríki og hann rekur Bandaríkið þannig.
En þess að þú ert að segja að það getur verið hugmyndir sem góð, þess vegna verið að tala svona þekking í hagstjórn og hagfræði sem kemur saman og segja, já, ok, Gummi minn, ef þú vilt þetta, að þá mun þetta hafa síðan þessar afleiðingar og við þurfum að bregðast við því með einhverjum hætti. En það virðist ekki vera nein slík hugsun á bakvið honum. Þetta bara hugmyndir það, verið að bönnum bara þetta og þá kemur 1956 aftur. En það bara ekki gefið að það sé hægt og framkvæmlegt. Sem að ég fór að leita því að sömuleyti finnst mér hafa vantað, kannski sem þú ert að vísa til, sem að til dæmis Bandaríkin eldust á sínum tíma og öll Evrópa og fleira, Suður Kórea og Japan með virkri atvinnuuppbyggingu og svona nation building og byggðu upp öflug samfélag. Það bara á nýfrjálsíkjárunum þar sem að menn halda það að markaðurinn bara sjáum allt saman og við bara kastum svo öll upp í loft. En ég sé ekki að, þú veist, hans aðgerðir séu einhvern veginn tilfærsla þangað. Hann vil bara hafa háa tolla. Hann vil halda áfram að fella niður alla skatta á fjármagn og auð. Hann vil ekki hafa nein völd, hann vil ekki hafa valddrift samfélag þar sem að fjölmiðlarnir hafa sjálfstæði eða háskólarnir sjálfstæði eða verkalýðshreyfingin. Þetta bara uppskrift að hverju þetta eiginlega. Þetta hættulegt. Við getum séð 4 ár fram í tíman. Já. Þannig að þetta náðu enda svona í andanum léttspjallum heimsinn. Gaman að fá okkur hingað Margrét Helga, Steinar Helga og Guðmundur Hrafn. Kærar þakkir. Og ég þakka Pétri Fjellstein fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafi verið heima eða í bílnum eða einhvers staðar, verið að horfa eða hlusta. Það eru þið sem hafa breytt þessu samtali í fjölmiðlum og ég þakka ykkur fyrir það. Minni á að dreifikerfi samstöðun hefur byggst upp af góðri afspurn. Það er fólk bara þess að einfallega sagt að rekist þér á efni sem væri gott og þá fer ykkur annar og kíkir, vinur og vandamenn. Þið getur sagt að það með finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðursveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu að 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, útvarpsveitingarnar nást alveg á sunnanvert Snæfellsness og upp eftir öllu Borgarfirði, upp að litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Þar fyrir utan má hlusta á útvarpið okkar á spilaranum. Spilarinn bæði á netinu, spilarinn.is og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við síman. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðuna. Þessi knýr Samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Þú getur slegist í hópinn ef þú tilheyrir Samstöðu sem mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi. Samfélagi hanga saman á samtalinu og það er mikilvægt fyrir okkur að hafa eitthvað vettvang sem við getum rætt saman í ró og næði og eftir áhugavert spjall. Mörg ykkar hefur kannski fyrir löngu búin að ákveða að slást við þennan hóp og leggja til samstöðunar en ekki láta verða af því. Það er mjög algengt og mannlegt. Ég hvet ykkur til þess að kýla á það, að fara inn á samstöðu.is þar hnappur sem ástættur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 því megi borga meiriði viljið og því sem að kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er nóg í bili. Ég óska ykkur góðra helgar. Minni á að hérna í fyrramálið helgispjall og þá mætir nýr borgarstjóri í helgispjallið og svo verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils í hádeginu á sunnudaginn. En góð helgi.